Ég heiti Edda Jóhannesdóttir og náms- og starfsráðgjafi hérna hjá Iðunni. Og það sem ég ætla að fara í með okkur núna bara kynna fyrir ykkur raunfærnimat, út á hvað það gengur og hver eru svona næstu skref fyrir fólk sem hefur áhuga að taka þátt í því með okkur. Mér langar til að fara áður en ég byrja, þá vil ég segja ykkur frá því að það er hægt að senda inn spurningar á síðuna hjá okkur. Það er að segja á YouTube síðuna. Það til hægri við kynningarmyndbandið svona gluggi sem heitir tjattgluggi eða spjallgluggi og þar getið þið sett inn spurningar og endilega setið inn ef þið hafið einhverja spurningar á meðan á fundinu stendur. Ég geri ráð fyrir að svara þeim svona flestum í lok fundarins þegar ég búið með kynninguna. Ef að mér finnst ég þurfa að bregðast við einhverju spurningu strax þá mun ég gera það. Ef að þið getið ekki sett spurningu inn á spjallgluggan, þá líka hægt að senda post á edda@iðan, þið sjáu þarna á glærunni postfangið mitt, edda@iðan.is og ég getið sett þangað líka og ég kíki á það líka meðan við erum að fara í gegnum kynninguna. En þá ætla ég bara að hefja kynninguna og fara bara fyrst í hvað raunfærnimat. Raunfærnimat leið til að meta þá þekking og færni sem einstaklingar hafa öðlast í gegnum starf sitt, skóla, námskeið og frítíma. Yfirleitt þetta reynsla sem fólk að öðlast í starfinu sínu, hefur unnið við einhver ákveðna grein í langan tíma og þar alveg búin að ná sér í fullt af þekkingu og færni í þeirri grein. Einhverjir hafa hafið nám í skóla og hafa í sinni grein og en ekki lokið í og hafa öðlast einhverja þekkingu þaðan. Fólk líka að taka námskeið í sinni grein og öðlast þekkingu þaðan og svo jafnvel eitthvað í frítíma líka. Nú tilgangur raunfærnimats að gera þekkingu og hæfni sýnilega með því að meta hana á áreiðanlegan hátt og þetta ekki afsláttur á kröfum hæfni og þekkingu. Í raunfærnimati erum við að miða að því að meta reynslu sem einstaklingur hefur í sinni iðngrein og við erum að finna hver einstaklingur staddur í námi samkvæmt námskrá. Við erum alltaf að meta út frá gildandi námskrá í hverju fagi og erum þannig að finna bara hvar viðkomandi staddur og hvað áfangan þurfum við síðan að taka eftir raunfærnimatið. Nú þetta mikil hvatning fyrir einstaklinga til að ljúka námi í sinni grein og þetta getur alveg klárlega verið möguleg stytting á náminu og oft á tíðum alveg töluverð stytting á námi. Nú inntökuskilyrði í raunfærnimat að vera orðin 23 ára eða eldri og hafa 3 ára starfsreynslu úr viðkomandi iðngrein. Það þarf að staðfesta þessa starfsreynslu með opinberum gögnum og það þá annaðhvort lífeyrissjóðsyfirlit eða skattframtal. Einfaldast að hringja bara í sinn lífeyrissjóð og óska eftir að fá sent á tölvupósti yfirlit sem sagt aftur í tíman þannig að við sjáum að það fyrirtæki í greininni sem að greiða laun. Ef viðkomandi hefur ekki verið launþegi hjá sem sagt fyrirtæki í greininni en hefur verið verktaki að þá skoðum við það líka ef viðkomandi með virðisaukaskattsnúmer skráð í viðkomandi grein. En þetta hægt að fara allt yfir með náms- og starfsráðgjafa í viðtali síðan mér. Nú greinar sem við erum að horfa á að til mats núna haustið 2020. Það hársnirtiinn og það ný grein hjá okkur. Við hefum einu sinni verið með það áður sem komið mjög mörg ár síðan. Þannig að við erum spennt að byrja með nýja grein til að meta. Við verðum líka með málmiðngreinar sem eru þá blikksmíði, rennismíði, stálsmíði og vélvirkjun. Við verðum með byggingagreinar, húsasmíði, málariðn og pípulagnir og síðan verðum við með framreiðslu úr matvælagreinunum. Það sem við erum að meta eru eingöngu faggreinarnar úr náminu, þar að segja þær sem tilheyra beint faginu. Við erum ekki að meta almenna greinar eins og íslensku, stærðfræði og tungumálin. Það verða allir að taka í skólunum
ef fólk hefur lokið í nú þegar að þá er það bara gott mál. Nú, almennar upplýsingar, allir sem skrá sig í raunfærnimat fari í viðtal til náms- og starfsráðgjafa. Núna í COVID ástandi þá erum við að bjóða upp á rafræn viðtöl, en einnig er hægt að óska eftir viðtölum á staðnum og verðum við þá að sjálfsögðu að fylgja öllum sóttvarnareglum varðandi spritt og grímunótkun. En við bjóðum líka upp á rafræn viðtöl og skiljum það alveg ef að fólk vill kjósa það frekar. Þáttakendur sem að vilja skrá sig í viðtal geta farið inn á linkin hér fyrir neðan iðan.is/raunfærnimat/ráðgjöf og skráð sig þar, og í framhaldinu verður haft samband við viðkomandi af náms- og starfsráðgjafa Iðunnar. Við erum hérna 5 náms- og starfsráðgjafar sem störfum við raunfærnimatið og einhver og okkur mun þá hafa samband við ykkur. Einnig er hægt að hringja í síma Iðunnar 590 6400 og biðja náms- og starfsráðgjafa eða senda tölvupóst á ráðgjöf@idan.is ef fólk vill það frekar, og þá munum við hafa samband eftir það. Nú, ferlið í raunfærnimatinu er eftirfarandi að það byrjum alltaf á kynningafundi, og það er þessi fundur sem við erum með núna. Fyrsta skipti hérna erum við með hann svona í fjarfundi, vanalega höfum hann hérna á staðnum, en út af aðstæðum og þá verðum við að bjóða upp á hann í fjarfundi. Eftir fundin að þá mikilvægt að fólk fari, ef það hefur hug á að taka þátt, að fara að safna þessum gögnum sem ég var að tala um áðan. Það lífeyrissjóðsyfirlit eða skattframtal, og ef að þið eru með einhver önnur gögn sem að gætu nýst ykkur í matinu, eins og viðurkenningur á námskeiðum eða einhver öðru slíku sem að gætu nýst í matinu. Varðandi námsferla að þá eigum við að geta séð það hjá hverjum og einum inn í Innu sem upplýsingakerfi framhaldsskólana. Þannig að þið þurfið ekki að koma með eldri námsferla til okkar, við eigum að geta flett þeim upp sjálfar. Nú, þegar að gögnum safnað þá fáið þið viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa, og það langt best að vera tilbúin með þessi gögn þegar að viðtali fer fram, hvort sem það rafrænt eða hér á staðnum. Því þá getum við farið yfir gögnin í viðtalinu. Ef þið hafi ekki náð að afla gagnanna þá það allt í lagi, en það langt best ef þið komið áður. Nú, eftir að viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa lokið og ef viðkomandi uppfyllir þessi inntökuskilyrði, að þá farið áfram í að útbúa færnimöppu, og hún samastendur annars vegar af ferilskrá sem að þið fyllið út í ákveðið form og síðan af sjálfsmatslistum. Og hér sýnishorn af þessari ferilskrá. Þið fáið svona ákveðið form frá okkur. Þarna fyllið þið inn í starfsreynslu, þið eru að sitja inn í hvar þið eru búin að vera að vinna, svona sirka tímabilið sem þið hafi verið að vinna, hversu lengi, og lýsing á verkþáttunum, hvað þið hafi verið að gera. Þið þurfið ekki að fara ofan í hvern einasta verkþátt sem þið hafi verið að gera, en svona sirka svona hversu fjölbreyttum verkefni þið hafi verið í og hvað þið hafi verið að gera á vinnustöðunum. Nú, síðan samastendur færnimappan líka af gátlistum, og þar búið að búa til gátlista úr öllum faggreinum sem eru kenndar í náminu. Og þetta dæmi gátlista, þetta fag sem í byggingagreinum, og þarna búið að setja upp þetta fag, framkvæmdir og vinnuvernd. Þarna verið að búta niður áfangan, hvaða sem viðkomandi þarf að kunna í þessum áfanga. Þarna fer fram sjálfsmat, og þið merkið sjálf inn á frá bilinu 1 til 4 hversu vel þið teljið ykkur þekkja áfangan, eða bara hvern verkþátt fyrir sig, og 4 þýðir mikil þekking og 1 þýðir lítil þekking. Þarna getið þið merkt sjálf inn á, og ef að þið að meta ykkur nokkuð vel í áfanganum, að þá tilefni til þess að fara í gegnum hann í matssamtali, sem næsta skref í ferlinu. Matssamtal viðtal þar sem að
þáttakendur hitta matsaðila. Það eru 1 til 2 matsaðilar sem að taka viðtal í einu og það eru þá kennarar sem að kenna í náminu eða meistarar úr greininni sem að taka það matsamtal og þá eru þeir að biðja ykkur að lýsa hvernig þið gerið hvern verkþátt fyrir sig. Ef að þeir telja að þið kunnið áfangan, að þá hann metinn inn í skólan, þá þurfið ekki að taka hann í skólanum. Það þarf ekki að geta svarað öllum spurningum sem eru lagðar fyrir, heldur nægilegt að hafa svona cirka helmingin af áfanganum eða kunnáttu úr áfanganum, þar sem að skólakerfið miðar að því að einhvern 5 næg til að ná áfanga, þannig að við erum að miða við svona cirka helmingin. Það ekki gefnar einhvernir, það bara gefið metið eða ekki og þá erum við að miða við svona cirka að kunna helmingin. Nú eftir matsviðtal að þá kemur í ljós hversu mikið var metið, hvað mikið að áfengum og þá farið yfir, þá fer náms- og starfsráðgjafi yfir niðurstöðnar og veitir einnig ráðgjöf hver eru næstu skref fyrir viðkomandi nemenda, varðandi skóla eða nám á vinnustað. Í lokin, þegar skólaþættinum síðan lokið og vinnustaðþætti líka, þá getur viðkomandi skráð sig í sveinspróf og klárað sitt nám. Nú matsviðtalið sjálft, að fyrir það þá þarf færnimappan að vera tilbúin og við gerum ráð fyrir því að færnimöppur verða að mestu leyti unnar rafrænt hjá okkur út af COVID. Það fer svona svolítið eftir hvernig þetta þróast allt saman og auðvitað hægt að fá aðstoð líka við það hér á staðnum ef fólk vill en ef það hægt að senda þetta til viðkomandi í tölvupósti að þá væri það langheppilegast. Nú matsviðtalið yfirleitt á vinnutíma og það færi annarkvort fram hér hjá okkur eða í fjarfundi og þá höfum við verið að nota Teams sem allir eiga að geta tengst inn á hvort sem að þeir eru með aðgang að því eða ekki. Við buðum upp á þennan hátt á síðustu önn þar sem við vorum með sama ástandi þá og það gafst bara mjög vel að taka þetta svona í gegnum Teams þó við vildum hafa þetta á staðnum en þetta svona til að koma til móts við þá sem vilja taka þátt í raunfærnimatinu núna að gera þetta á þennan hátt. Og þetta samtal á milli fagaðila og þáttakanda. Yfirleitt þarf fólk ekki að gera neitt eða sýna neitt, heldur þetta oft nota kannski teikningar eða fólk getur sýnt myndir eða eitthvað svoleiðis en það ekkert verklegt í þessu. Nú kostnaður við raunfærnimatið að sá hópur sem markhópur framhaldsfræðslunnar og raunfærnimatsins fólk sem sækist eftir að ljúka nám úr framhaldsskóla. Það að segja þeir sem hafa ekki lokið formlegu nám úr framhaldsskóla og þeir greiða ekkert fyrir raunfærnimatið. Þeir sem hafa lokið námi úr framhaldsskóla, það að segja sveinsprófi, stúdentsprófi eða sambærilegri menntun, þeir þurfa að greiða fyrir raunfærnimatið samkvæmt verðskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Grunngjald í raunfærnimatið 149.000 og síðan verð á hverja metna einingu 3.100 krónur. Þeir sem að greiða endurmenntunargjald hér til íðunar og eru félagsmenn hér, þeir greiða 49.000 krónur fyrir raunfærnimatið í heildina. Þeir sem ekki að greiða endurmenntunargjald til okkar, þeir geta sótt fræðslustyrk til síns stéttarfélags og sem yfirleitt að styrkja þetta en það bara pínlítið mismunandi eftir félagi hversu mikið endurgreitt. En endilega kannið það ef þið að greiða í stéttarfélag hvort að þið geti fengið styrk þaðan. Nú næstu skref fyrir þá sem vilja taka þátt að safna þessum gögnum, það að segja þessu lífeyris- og sifiliti eða skattframtali. Ef að þið eigi gamla námssamning sem að þið hafið gert þá eigum við að eiga hér hjá íðunni
afrit af þeim samningum sem voru gerðir eftir árið svona í kringum 2000. Ef þið hafi verið á eldri samningu fyrir þann tíma að þá eru þeir samningar hægt að fá afrit af þeim í menntamálaráðuneytinu. Ef þið hafið sótt námskeið sem tengist faginu að þá er gott að koma með staðfesting á því. Nú síðan er að skrá sig á þennan link hér, iðan.is/raunfærnimat/ráðgjöf. Það er líka hægt að fara inn á iðan.is og finna þar raunfærnimat og þar eigið að finna takka sem hægt er að klikka á og skráðu ykkur þar. Og náms- og starfsráðgjafi héðan mun síðan hafa samband og bjóða ykkur annaðhvort viðtal á staðnum eða viðtal þá í gegnum síma. Nú eftir viðtalið þá, eins og við segjum ef við rifjum aðeins upp, að þá eru niður þessari færnimöppu. Síðan er matsviðtöl og það er svolítið eftir bara grein og hvað hóparnir eru stórir hjá okkur, hvenær matsviðtölunum verða. Þau verða á þessari önn, byrja örugglega í september, svona seinnipartinn í september og mögulega verða þau alveg október og nóvember. En það er bara eitt matsviðtal per einstakling. Þannig að þetta eru svolítið stórir hópar hjá okkur núna, en þannig að við gefum okkur önnina í að vinna með raunfærnimat í hverri grein fyrir sig. Og síðan eftir matsviðtalið að þá eru bara niðurstöður klárar og þetta allt saman er svo sett inn í innu sem er upplýsingakerfi framhaldsskólanna og þar á fólk að geta nálgast sínar niðurstöður. Og við förum líka einnig yfir það með viðkomandi og síðan er sá skóli sem að viðkomandi sækjur á að geta nálgast upplýsingarnar líka, þannig að þið þurfum ekki að fara með inn í skólakerfið. Nú hvar námið er kennt á höfuðborgarsvæðinu í þessum greinum sem við erum að fara í núna, að þá er verið að kenna námið sem það er í Borgarholtsskóla, þar eru málmgreinarnar. Í Fjölbraut í Breiðholti er kennt húsasmíði, Menntaskólinn í Kópavogi er með framleiðsluna og í Tækniskólanum þeir bjóða upp á námi í öllum þeim greinum sem við erum með til mats núna. Þannig en þetta kynna náms- og starfsráðgjafa líka fyrir ykkur í lok raunfærnimatsins. Nú, mér langar aðeins að bregðast við hérna, það eru komnar hérna inn einhverjar spurningar og nú vil ég líka fá fleiri spurningar frá ykkur. Endilega að sendi mér spurningar annaðhvort hérna inn á spjallið eða í póstin hjá mér. Og hér er til dæmis komið spurning frá Önnu Maríu að hún sér að umsóknarfrestur er liðinn fyrir hárgreiðslu, er enn hægt að skrá sig í raunfærnimat. Sko við höfum ekki verið með einn umsóknarfrest fyrir hárgreiðsluna, mögulega gætur verið að rugla saman við að skrá sig í sveinspróf. Sá frestur er örugglega liðinn, en það er ekki liðinn umsóknarfrestur fyrir raunfærnimat, það er hægt að skrá sig í hann alveg áfram næstu vikurnar. Síðan er hérna önnur spurning, er það rétt sem mér er sagt að sá sem verður sveinn í gegnum raunfærnimat fá ekki rétt til að fara í meistaranám? Það er ekki rétt. Sveinspróf sem viðkomandi hefur tekið eftir raunfærnimat jafngildir því sveinsprófi sem viðkomandi tekur sem fer í gegnum skólan að öllu leyti. Þannig að þetta er ekki rétt. Og það er bara gott að þessi spurning kom fram vegna þess að þetta veitir alveg greiðan aðgang inn í meistaraskólan og fjölmargir sem hafa klárað raunfærnimat farið í sveinspróf og farið síðan í meistaraskólan og klárað það og jafnvel farið eitthvað lengra. Nú Eiríkur spyr hvort þjónninn sem hluta matvælagreinum. Já, það er nú flokkað þannig hjá okkur að þjónninn er hluti af matvælagreinum. Já, Bent spyr, ég hringdi og spurði varðandi ljósmyndin, ég sá ljósmyndin á listanum við það sem er í haust, er það rétt? Ef svo er, hvenær er það væntanlega í boði? Já, þú sást ljósmyndin ekki á listanum. Það er rétt vegna þess að ljósmyndun í raun og veru er það fag sem að við
tökum oft bara svona jafn óðum. Það ekkert fjölmennt fag og kannski ekki margir sem óska eftir raunfærnimati, þannig að við höfum, það svona eitt af þeim fáu fögum sem við höfum tekið svona jafn óðum. Þannig að endilega bara skrifaði þið á listan og við munum hafa samband við þið og raunfærnimati ljósmyndun getur alveg farið fram á þessu raun. Ég ætla að kíkja henni í póstinn minn og sjá hvort að einhver hafi sendt þar einhverja fyrirspurnir, já. Nei, það ekki fyrirspurnir á póstinu. Einhverja fleiri spurningar? Já. Í lagi ef það bil í 3 ára starfsreynslu sem þú nefndir áðan, spyr Hákon Óli. Já, það í lagi. Þetta þurfa ekki að vera síðustu 3 ár eða 3 ár í röð. Þetta þurfa eingöngu að vera samtals 3 ár og má alveg vera fyrir einhverju síðan eða hvernig sem það Þetta þurfa að vera samtals 3 ár. Og Anna María spyr hvað fyrsta skrefið til að skrá sig í raunfærnimati í hárgreiðslu. Fyrsta skrefið að skrá sig á linkin sem ég sýndi hérna áðan. Ég ætla kannski að setja hann bara upp aftur. Það þessi hér. Iðan.is /raunfærnimat/ráðgjöf. Þar hægt að skrá sig á form sem kemur upp og fyllir út nafn, yðgrein og símanúmer og tölvupóst og síðan munu náms- og starfsráðgjafar hér vera í sambandi við viðkomandi. Þannig endilega skráið ykkur á það form. Það líka hægt að senda tölvupóst á ráðgjöf@iðan.is og við munum hafa samband ef fólk óskar þar frekar. Og síðan þetta alltaf hægt að hringja líka í 590 6400 biðja náms- og starfsráðgjafa og þá höfum við samband við ykkur. Annarkvort tökum við símtalið og höfum samband svo í framhaldinu. Þannig að bara endilega skráið ykkur á þetta form. Já, Andri Már spyr hvort að hægt sé að fara í endurmat ára eftir að maður fyrir raunfærnimat í húsasmíði. Það hægt að óska eftir endurmati í einhverjum ákveðnum greinum sem að viðkomandi hefur ekki fengið metið, en þá þarf viðkomandi að vera búin að bæta við sig þekkingu í þeim áfengum. Þannig ef viðkomandi hefur unnið við það sama og hann var áður en hann fór í raunfærnimati og ekki bætt við sig nýri þekkingu, að þá hefur það ekkert upp á sig, en ef það komin viðbóta þekking, að þá hægt að skoða það. Þannig að endilega vertu í sambandi við okkur, Andri, ef þú hefur bætt við þig námi. Útskrift og frumgreinadeild Keili setjum í dýrasta flokk, spyr Eiríkur. Já, því miður, þá það í dýrasta flokknum, en ef að þú ert að greiða í félag, að þá bendi ég aftur á að hafa samband við viðkomandi stéttarfélag og kanna hvort þú eigir ekki tök á að fá styrk þaðan. Ég veit að það eru mjög mörg stéttarfélög sem hafa verið að styrkja þetta. Eins getum við líka flettir upp ef að þú telur þig vera félagsmaður hérna hjá okkur, þá getum við alltaf flettir upp hérna í kerfinu hjá okkur. Einhverja fleiri spurningar? Endilega ef þið hafi fleiri spurningar að senda þær hérna inn á spjallið. Það alltaf eitthvað sem að alltaf einhverja spurningar sem að vakna. Sjá, ég ætla að kíkja hérna á póstinn minn. Nei, ekki komið þar. Davíð Haukur spyr hvort að matið kostar 150.000. Já, matið kostar semst grunngjald fyrir raunfærnimat 149.000 krónur. Og síðan kostar hver eining 3.100 per einingu fyrir þá sem að hafa lokið námi úr framhaldsskóla. Þeir sem hafa ekki lokið námi úr framhaldsskóla, þeir þurfa ekki að greiða neitt fyrir raunfærnimatið. Þannig að því að markhópur, og þetta helgast að því að markhópur raunfærnimatsins og framhaldsfræðslunnar sá að þeir sem hafa ekki lokið formlegu námi úr framhaldsskóla markhópurinn. Þannig að þeir sem hafa lokið námi, þeir mega taka þátt í raunfærnimatinu, þeir þurfa hins vegar greiða fyrir það.
Björgúlfur spyr hverjir eru félagsmenn hjá ykkur og hvernig verður maður félagsmaður? Félagsmenn hjá okkur eru þeir sem eru að greiða í stéttarfélög sem eru tengd iðunni, eins og til dæmis FIK eða Byggin eða Matvís eða eitthvað slíkt. Þá ertu mögulega félagsmaður hérna hjá okkur. Ef þú ert að greiða í VR til dæmis, það er félag sem er ekki tengt okkur, eða Eflingu, þá ertu ekki félagsmaður hérna hjá okkur. En við getum alltaf flétti upp kerfinu hjá okkur ef þú ert ekki viss. Margir er ekki alveg viss hvar þeir eru að greiða og þá getum við flétti upp hjá okkur í kerfinu. Ólafur Arnarsson spyr hversu margar einingar er maður mögulega að fá metnar fyrir til dæmis málarein. Það er nú svolítið mismunandi hvað fólk er að fá mikið metið, það er nú yfirleitt ekki hægt að segja það svona fyrirfram. Það fer svona svolítið eftir hvað fólk er búin að vinna lengi við fagið og hversu mikla reynslu það hefur og þekkingu það hefur. Í málarein getur hins vegar sagt að það er þannig að það eru margir áfangar þar sem að þeir sem að vinna við málarein eru kannski ekki að vinna við dagsdaglega. Þannig að það eru töluvert af áfangu þar sem allir þurfa að taka. En þeir áfangar sem að snúa því sem að þið eru að gera dagsdaglega eins og innimálun og útimálun og slíkt, það eru áfangar sem er verið að meta í málareininni. Hákon Óli segir má búast við að hægt sé að ljúka öllu þessu ferli rafrænt. Já, það er möguleiki að ljúka öllu ferlinu rafrænt ef fólk óskar eftir því að þá er það alveg möguleiki. Við reynum að taka tillit til allra og áttum okkur að því að það er bara misjöfn staða hjá fólki, þannig að ef fólk óskar eftir því að taka þetta allt rafrænt þá á það að vera möguleiki. Írena spyr sæl ef ég er með menntun frá útlöndum og hér er íslensk menntun líka, ég er bókari, ég ætla að fá raunfærnimat, ég veit kannski þetta er ekki algeng spurning. Ef þú ert að spyrja það hvort að menntun þín hvort þú þurfir að greiða með menntun frá útlöndum. Ef þú hefur ekki fengið menntun þín að metna hér á Íslandi, þá í raun og veru hefur ekki lokið nám úr framhaldsskóla hér á Íslandi. Þannig að þá þarftu ekki að greiða fyrir raunfærnimatið. Sveinn Magnússon spyr hvenær verður raunfærnimat fyrir vélstjórn. Raunfærnimat í vélstjórn, það er ekki búið að ákveða nákvæmlega hvenær það verður næst. Það verður ekki á þessa raun, en mögulega verður það á næstu önn. Og ef þú hefur hug á því og vilt taka þátt í því þá er bara að gera að láta okkur vita af því og við getum sett því þá áhugalista og myndi þá bara verið í sambandi við þig þegar að raunfærnimat í vélstjórn fer fram. Anna María er að spyrja, er þá metið hvað maður kann og þá væri hægt að sleppa þeim áfanga? Er allt ári verið að meta þetta? Þyrfti ég samt að taka íslensku stærðfræði og eitthvað fleira? Já, það er metið það sem þú kannt inn í þá áfanga, það eru heilir áfangametnir og það sem þú kannt. Og þá getur sleppt við þá þarftu ekki að taka þá áfanga sem þú nú þegar kannt. Það er kannað í gegnum bæði sjálfsmatslistana og matsviðtalið. Við erum ekki að meta þetta allt árið, við erum að bjóða upp á hársnirtiðina núna á þessari önn. Þannig að ef þú hefur hug á að taka þátt þá bara endilega skrá þig í það. Og varðandi íslensku stærðfræði, já, það þarf alltaf að taka það. En það er hægt að taka það á ýmsan hátt og komnar margar leiðir til að taka það sem að náms- og starfsráðgjafi færi í gegnum með viðkomandi ef þetta er það sem að stendur út af á námsferlinu. Og Hákon Óli segir hversu mikið að náminu málar er möguleiki að sleppa við ef einstaklingin gengur vel í raunfærnimatinu. Yfirleitt ef einstaklingi gengur vel í raunfærnimatinu þá er yfirleitt hægt að ljúka náminu í málareiðin á 2 önnum. Ef viðkomandi gengur vel og er tilbúin að fara í nám af svona svolítið krafti þá er yfirleitt hægt að ljúka því á 2 önnum til 3. Alveg gerlegt að gera það á 2 önnum en þá þarf að vera það fer svolítið eftir hvað er mikið búið af almennum greinum eins og íslensku stærðfræði og svoleiðis,
en faggreinunum hægt að ljúka 2 rönnum og þeir eru yfirleitt að kenna málarann 2 kvöld í viku og það alveg gerlegt að taka almennu greinina með því líka ef að fólk hefur tök á og getu. Davíð Haukur segir getur matið stytt samningstíman, tíma sem þarf að vera út á samningi á verkstæði. Já, við erum að meta líka samningstíman. Þetta fer svolítið, það svolítið mismunandi eftir iðngreinum. Ef að þú ert að tala þú spyrð samning á verkstæði sem að, já, ef þú ert að tala húsasmíði eða málmiðgreinar að þá alveg möguleiki að meta það aftur í tíman og við erum líka að bjóða upp á raunfærnimat í samningstímanum í nokkrum greinum, til dæmis í húsasmíði, en það alltaf skoða bara fyrir hvern og einn fyrir sig, hvort viðkomandi hafi verið að vinna með meistara hægt að meta það aftur í tíman og svo framvegis, þannig að við munum fara yfir það líka í sem sagt viðtalinu við náms- og starfsráðgjafa. Já, þú ert að tala vélvirkja, segi ég Davíð, og það hægt að meta það, við erum ekki með raunfærnimat í því, ekki í samningnum, við erum eingöngu með í skólaþættinum, en ef að þú getur sýnt fram á lífeyrissjóðsgreiðslur að þú hafir unnið hjá meistara hjá fyrirtæki í vélvirkjun sem með nemaleyfi, að þá hægt að meta það mögulega aftur í tíman. Við myndum skoða það bara hjá þér bara miðað við gögn, en ofta tíðum hægt að meta það aftur í tíman ef þú hefur verið að vinna með meistara og hjá fyrirtæki sem með nemaleyfi. Einhverju fleiri spurningar? Búin að vera mjög duglega að spyrja. Endilega ef það einhverju fleiri spurningar áður en að við hættum útsendingu. Það hægt að horfa á þetta líka, ef að þið vituð einhvern sem við mista fundinum okkar, þá hægt að horfa á þetta líka þetta kemur inn á síðuna hjá okkur, þannig að það hægt að horfa á þetta aftur í kvöld eða á morgun eða seinna og þar líka vera hægt að nálgast allar upplýsingar okkur náms- og starfsráðgjafana, ef þið viljið hafa samband, senda post eða hvað sem að bara endilega hiki ekki við að gera það, bara strax í framhaldi og ef þið viljið taka þátt. Nú það ég veit að það mögulega einhverju akkur sem að horfa á fundi sem hafa nú þegar skila til okkar gögnum og komið með inngöngu eða búin að fá vilyrði fyrir því að þið uppfylli skilyrðin. Við erum með þau öll gögn hjá okkur en en við munum samt vera í sambandi við ykkur bara til þess að kanna hvort að þið séuð ekki ennþá, hafið ekki ennþá ætlað að taka þátt. En við erum með öll þau gögn hjá okkur, þannig að þið þurfum ekki að fara afla aftur nýrra gagna. Og komin fleiri spurningar, eru allir áfangar 3 eininga? Nei, það mismunandi eftir greinum, það geta verið alveg frá 1 eða 2 einingum upp í 10, jável fleiri einingar, þannig að það mjög mismunandi eftir greinum hversu margar einingar áfangarnir eru, þannig að það alveg til mikils að vinna ef fólk fær stóra áfanga metna, þannig að það bara mjög mismunandi hversu margar einingar það eru. Einhverja fleiri spurningar? Ef ekki þá bara hvet ég ykkur til þess að skrá ykkur á formið hjá okkur, senda okkur post eða hringja, alveg sama hvernig þið gerir þetta og við munum vera í sambandi við ykkur. Nú komum dottir ný spurning. Björgólu spyrir hægt að fá að vita hvað áfanga hægt að fá metna áður maður byrjar á raunfærnimati, til dæmis þá ekki nema 13 einingar inni og útimálun í málarinn. Já, það alveg hægt að fá að svona vita hvaða áfangar eru ekki til mats í viðkomandi grein. Það alveg hægt að gera það áður og þú ferð í raunfærnimatið. Það þannig að í sumum greinum eru ekki allir áfangar til mats og við þekkjum það alveg náms- og starfsráðgjafinn hvaða áfangar það eru. Þannig að það ekkert mála að í viðtalinu hjá náms- og starfsráðgjafa fara yfir það með viðkomandi hvaða áfangar eru ekki til mats og síðan þeir áfangar sem eru til mats eru eitthvað ákveðin margir og svo bara misjafnandi hver og einn fær mikið metið.
Það er líka í málariðina þegar ég sé að þú ert að tala um innimálun og útimálun, það er líka grunddeildaráfangar sem eru til mats hjá þeim hérna líka efnisfræði og framkvæmd og vinnuvernd og svoleiðis, þannig að það er líka hægt að meta það ef það er þekking þar á baku. Þannig að það eru nokkur áfangar hann í viðbót heldur bara inni og útimáling í málariðinni. Síðan kemur spurning, er hægt að taka mat í vélstjórn eða er bara hægt að taka vélvirkjun? Við erum bara að bjóða upp á vélvirkjun núna, ekki raunfærnimat í vélstjórn. Vissulega skarast þessi fög á einhverju leyti, það eru þarna áfangar sem að nýtast inn í báða greinar. Þannig ef þú hefur reynslu úr vélvirkjun líka og vilt fara í raunfærnimat þar, að þá er það sjálfsagt og þú gætir þá nýtt það inn í námi í vélstjórn ef þú kýst seinna meir. En við erum núna með eingöngu með raunfærnimat í vélvirkjun, en eins og ég segi það eru eins og suðu áfangar og fleira sem eru þarna sameiginlegir á milli þessara greina. Fleiri spurningar? Þetta er hérna postin hjá mig, hvort einhver að senda mér post. Já, spurja hérna, hún kemur spurninga ef ég er komin áfram með raunfærnimati á því það bara býð eftir að fá senda matslistan. Já, við munum hafa samband við þá sem eru nú þegar komni með já frá okkur og eru búnir að safna gögnum, við munum hafa samband við þá bara í framhaldinu og könnum stöðuna hvort þið ætla ekki að taka þátt og svo í framhald að því fáið þið senda matslistana. Þannig þið þurfið ekki að fara að safna aftur gögnum sem þið eru nú þegar búin að skila. Svo er önnur já, ok, þetta var ekki sjá. Ef það er ekki fleiri spurningar þá bara þakka ég ykkur fyrir sem horfðuð og hérna ítreka það endilega sendi okkur og verið í sambandi við ykkur ef þið viljið taka þátt í raunfærnimatinu með okkur þessar raun. Takk fyrir, bless bless.